Verið velkomin að skjánum. Það ekki bara komin desember og vetur, það líka komin föstudagur og þetta að sjálfsögðu föstudags þátturinn sem að heilsar ykkur. Og við ætlum einmitt að byrja á vetrarlegum nótum og tala svolítið vetrarskóthau. Og hingað til mín í þáttinni komin Hólmfríður Högnadóttir skósmiður. Hófí, vertu velkomin. Takk. Og fyrst alveg til hamingju með flutningin. Þið voruð að flytja skósmiðurinn á Álfarnir. Jú, takk. Við vorum að flytja út í Freyjunes. Freyjunes, já, úr Hafnarstrætinu. Já. Fer ekki bara vel ykkur á nýja staðnum? Bara rosa vel. Það hérna greitt aðgengi og hæra til loft svo vítt í veggja. Já, maður biður ekki mikið meira á síðustu og verstu. En segðu mér, nú veturinn heldur betur kominn. Já. Við gerði vart við sig í þessari viku, má segja, bara allt land. Já, já. Og ef maður ætlar að vera öruggur, hvað á maður eiginlega að gera? Sko, ég mæli alltaf með mannbrotum. Þú getur verið í rosalega góðum kuldaskóm, þú getur verið með víbramsólana, en þú getur aldrei verið viss það að gúmmíið grípi vel í. Nei. Og eins og færðin var bara núna í síðustu helgi, að þá bara þarf það að vera, öruggur. Já, einmitt. Og það alveg, ég brennt mig á því að meira þess að þú maður sjá góðum gönguskóm eða fjallgönguskóm að þeir eru ekkert mjög góðir á svelli endilega, þó þeir séu gott að ganga á þeim. Þó þeir séu góðir í göngu, því að þá ertu kannski með sóla sem gerður einmitt göngusóli, þannig að hann úr stífu gúmmí til þess að höndla fjöll og firnindi og grjót, en ekki gerður fyrir þetta kalda, hála loftslag sem við erum að berjast við. Nei. En það kannski gott gúmmí í sólanum, en það bara ekki gúmmí sem hentar í akkurat þetta. Nei. Akkurat, og ekki hægt að gera þá kröfu að allt hendi fyrir allar aðstæður heldur. Nei, alls ekki. Og þá gott að geta gripið til mannbrotana, en það mannbrotar og mannbrotar ekkert endilega það sama. Nei, alls ekki. Við höfum svolítið verið að bara velja úr og við tökum alltaf, ef við tökum vörur inn, þá pröfa ég þær og ég læt kallinn minn pröfa og svona. Ef þetta eru vörur sem okkur líst ekki á, þá bara sendum við þetta tilbaka. Þannig að við leggjum frekar áherslu að vera bara með vörur sem við erum sátt við og erum bara til í að styðja alla leið. Já, þið gæða prófið sjálf. Já, við testum þetta. Það Þá það ekki áhættu samt, nei, ekki nema þetta sé eitthvað drasl. Já, maður fer bara varlega á stað og sér hversu vel það grípur. Já. Já, einmitt. Já, þannig að það náttúrulega mjög gott að þá náttúrulega hafið þið líka ekstra mikla þekkingu á þessum vörum sem þið eru með. Já, og höfum trú á þeim og það náttúrulega alltaf mjög gott og þægilegt að selja hluti sem það hefur trú á. Já, sem þú veist að virka. Sem ég veit að virka, já. Einmitt, þarf ekki vera að pranga einhverju inn á fólk sem Ég náttúrulega svoleiðis, ég gæti aldrei logið upp jópið og geðu fólki, þannig að ég verð að hafa trú á því sem ég er að selja. Já, einmitt. Og hvað eru svona helstu gerðir, ég sé þú ert með hérna mitt á borðinu, nokkra gerðir af broddum sem þú getur kannski frætt okkur aðeins munin á. Sko, við erum langmest að selja þessa hérna. Þetta eru svona það sem við kallum bæjarbroddarnir okkar. Já. Og þeir fara ekkert rosalega langt upp á skóinn, en þeir semst snúast ekki eins og maður lendir oft í broddar, þeir snúast bara eftir smá göng og þá eru þeir bara komnir út á hlið. Já. Því að það gott snið á þeim, þeir passa á rosalega margar típur á skóm, bara passa að vera með rétta stærð. Já. Og við bjóðum fólki alltaf að koma eða kemur með skóna sína og við komum og mátum broddana á. Þannig að þú kaupir ekki bara eitthvað svo passar þetta engan veginn á skóna þína. Nei. Og hérna ertu komið með karbídnagla sem verða ekki svona kúftir eftir smá tíma, þannig þeir eru hvassari heldur en gömlu stálnaglarnir sem við þekkjum rosalega mörg svörtu gúmmí broddana með gulu töppunum. Já. Sem ég ekkert rosalega hrifin af. Hérna ertu líka auk þessum broddana að þá ertu líka með einmitt gúmmí sem gert fyrir hálku og ís. Þannig að þú ert líka að fá svolítið endurnýjun í sólan á skónum. Já. Þannig að það þó svo að broddarnir kannski ekki nái alltaf niður að þá er gúmmíið að gera líka sinn hlut. Þegar það grípur. Já, ég reyndar að segja það því að ég keypti svona hjá þér daginn svona að því að ég er mikið að hlaupa úti og það bara allt annað líf. Er það ekki? Jú, mér finnst það, ég segi bara fyrir mína parta. Já, þeir sitja líka mjög jafnt undir, þannig þið líður ekki alltaf eins og þú standir á einhverjum hnalli, sko. Nei. Þannig að þetta svona það sem algengast hjá okkur og ég er með svona undir skónum mínum og búin að vera með sömu broddana núna í 3 ár
Já. Ég sé það að ég þarf að fara að skipta hérna 2 bólur að aftan. Já. En við erum líka alltaf með auka svona bólur, þannig ef það týnist bóla eða brotnar úr, að þá getur fólk alltaf komið til okkar og fengið nýjar sér að kostnaðarlausu. Já. Þannig að þeir eru í svolítið svona ábyrgð hjá okkur. Ókei. Þannig að svo erum við með, ef fólk vill fara í eitthvað grófara, þá höfum við til dæmis verið með keðjurnar. Ég segi að þú ert kannski með hérna stóra hunda í, ekki eftirdræ, heldur þú ert í eftirdræ eftir þeim. Já, já. Að þá er fólk svolítið hrifið af þessu. En þarna líka eins og trukkarnir, þá þarf þetta að hafa svolítið góðan farm til þess að þetta sé að bíta almennilega í. Já, 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 já. Og þetta væri þá kannski bara á grófari gönguskó. Það þýðir ekkert að setja þetta á strigaskó, sko, því að þá bara fara járnbólurnar að grafa sig inn í skóna. Það væri svolítið voldugum skóm fyrir þetta. Til að þeir höndli það. Já. Og svo erum við náttúrulega með bara hérna alveg grófu ísbroddana sem ég veit að bændur taka svolítið þegar hlaðið er orðið bara einn ísklumpur hjá sér. Já, já. Þetta er alveg svona 12 mm broddar. Já, þetta er alveg voldugt. Já, og menn hafa verið að taka þetta í rjúpun á haustin. Svo veit ég að það er eitthvað af blaðburðafólki sem að tekur þetta til að vera bara alveg safe í gegnum alveg sama hvernig færið er í rauninni. Þá skiptir engu máli hvort að fólk sé búið að leyfa einhverju íshellu og hlaðast upp á stéttin upp að lúni. Nákvæmlega, þá ertu bara safe. En þetta er líka þannig að ef þú kemur það sem er autt, að þá verður að vanda þig að ganga eða þá að fara einmitt leiðina það sem er ekki autt. Því annars er það að skemma bara brotana. Já, já. Og það gildir líka svolítið með alla brota. Ef þú ert að labba og kemur inn í miðbæinn þar sem er búið að bræða allt, að þar er mjög gott að taka brotana af sér til þess að vera ekki bara að spæna þeim upp á stéttinni. Já, hlífa þeim. Hlífa þeim í rauninni. Því að þegar er engin snjór eða hálka undir þá náttúrulega eyðast þeir hraðar. Já, eðli málsins samkvæmt. Já, og svo erum við með nokkra svona fínni típur. En þetta eru svona það sem er aðallega í sölu hjá okkur. Svo langaði mig að fá að koma að hérna hækjubrotunum okkar. Já. Við erum semst með bæði brota og svona íspinna á hækjurnar og göngustafi og það er svolítið mikið það. Fólki vantar þetta á og þetta er eitthvað sem að fer á stafinn og svo er bara hægt að smella þessu í rauninni upp undir og í hvíldarstöðu þegar er ekki verið að nota þetta. Einmitt, þannig það er náttúrulega aukið öryggi í því. Já, þegar fólk treystir kannski á staf eða eins og ég kalla það viðhald. Já. Og kannski aldrei eins mikilvægt og núna þegar líkamsræktarstöðvar og svona eru lokaðar og að maður finnur það rosalega mikið að fólk ætlar ekki að láta það stoppa sig. Fólk er rosalega mikið að fara út að labba og í hreyfingu úti. Já. Og ætlar ekki að láta færðina stoppa sig. Nei. Það er og bara einhvern veginn viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu með því að bara geta hreyft sig. Komast út. Já. Þannig að þá skipta þessi hjálpartæki öllu máli. Þau gera það. Og þið hafið fundið fyrir auknu álagi kannski þess vegna? Já, við höfum alveg fundið fyrir svolítið hressilegu álagi. Það er búið að vera mjög gott að gera hjá okkur undanfarið. Já. Og það er og fólk virðist vera meira meðvitað þetta svona núna. Já. Og margir átta sig á því að það er kannski betra að kaupa sér eitt veglegt par af brotum sem þú einmitt notar í 2-3 vetur, heldur en að vera að kaupa sér nýtt par af brotum á 2 mánaða fresti. Já. Þetta er náttúrulega líka spurning það að bara neysluhyggju, sko. Já, auðvitað. Það er þá kannski hægt að fjárfesta bara í einhverju öðru fyrir mismuninn þegar ef þú bara gerir þetta svona af hyggindum. Já, akkurat. En er fólk meira að gera við skó og svona núna heldur en? Já, það er það reyndar er bara búið að vera mjög gott síðan 2007. Já. Þá er bara búið að vera þokkalegt held ég hjá öllum skósmiðum í viðgerðum. Já. Allan hefur bara gengið mjög vel hjá okkur og fólk er með svona svolítið græna hugsun. Þetta er grænn kostur ef það er að kaupa sér þokkalega skó að láta gera við það og heldur en að fleygja þeim. Já. En því miður þá eru kannski ekki allir skór sem eru þess virði að gera við þá. Nei, það er náttúrulega bara. En þá líka bara komum við hreint út með það og segjum fólki að það sé kannski betra að verja peningnum í nýtt par. Nýtt par heldur en að láta gera við. Já. Og er einhverja svona þannig áskoranir sem eru skemmtilegri en aðrar svona í
í þessum viðgerðum? Það náttúrulega alltaf gaman að taka gamla lúna gæðaskó og gefa þeim nýtt líf. Þegar maður kannski þarf að það yfirfara allar límingar, það þarf að hreinsa upp úr leðrinu og næra það. Það er svo gaman eins og maður segir að sjá svo stóra breytingu á hlutunum. Ég trúi því. Það er eiginlega svona það skemmtilegasta sem að. Já, ekki spurning. Kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Já, og bara gangi ykkur vel á nýja staðnum. Já, takk fyrir.